stödd í Glerárþorpi á Akureyri. Þetta hreiðrið og hérna ræður ríkjum Kristján Stefánsson, Kristján frá Gilhaga. Hann ekki einn í hreiðrinu, hérna eru uppstoppuð dýr. Kristján hefur í gegnum tíðina stoppað upp fjöldan allan af kindarhausum. Nýjasta verkið ekki af lakaratæginu, hausinn af hrútnum Gráma sem lék stórt hlutverk í verðlaunamyndinni Hrútar. Auðvitað þetta svo sem allt óvenjulegt sem verður að gera hér eiginlega. Og þykir mörgum sem að koma, en þessi náttúrulega alltaf sérstakur út af því hvaða saga á bakveðan. Þetta þessi verðlaunahrútur úr myndinni Hrútar. Hann var fenginn eins og skepnurnar þar, allar fenginn lánaður til þess að leika í kvikmyndinni og vann svo til verðlauna á þessari hrútasýningu sem að var þarna haldin og myndin snerist nú dálítið og þá var ákveðið að náttúrulega eigandinn að honum að eigan eða varðveitan eðlilega því að hann lítur ágætlega út svoleiðis, ekki með neitt skemmt horn eða hruflaður í enninu eins og margir hrútarnir eru nú. Manstu fyrir hvað Grámi fékk verðlaun? Já, það náttúrulega eins og var bara á þessum hrútasýningum hér áður fyrr sko, þá var þetta verið að meta vöðvafyllingu og útlit og annars slíkt, ullina og hvað eina sko, þetta metið að verðleikum bara og menn voru, og hrútar voru svo verðlaunaðir gagvart samkvæmt því, fyrstu, önnur og þriðju verðlaun eða eitthvað svoleiðis og það var náttúrulega mikið kapital fyrir bændur að eiga fyrstu verðlaunir hrút, bæði upp á betri afurðir og svo var hægt að selja kynbótagripi þá frá búinu. Sástu myndina? Ég sá myndina, já. Hreifstu þá kannski strax af Gráma? Já, ég veit ekki af hverju ég hreifst mest. Þetta var náttúrulega mjög skemmtilegt uppsetning á þessu öllu saman hjá þeim og ég var eiginlega bara yfir mér hrifinn af kindunum, hvað þær gátu leikið eðlilega. Þetta voru að fara inn og út úr húsum og hlýða því sem að þeim var ætlað. Það svona svolítið óvenjulegt með svona venjulegt fé. Þetta var nú gert með forystufé mikið sem að hlýddi vel skipunum. Kristján viðurkennir að beiðnin að stoppa upp hausinn hafi komið nokkuð á óvart en þó ekki. Þetta haus númer 300 hjá mér, ég held að 300. hausinn sem að ég að stoppa upp. Og þetta búið að fara svo sem víða, ég stoppaði hann upp heila hrúta og sauði. Hrútur fór til Bandaríkjanna, sem það nú mynd af honum hérna einhvers staðar og svo náttúrulega mikið á forystufjársetrið austur frá, fullorðinn sauður þar og smálömb og svo hausar í röðum alveg. Þannig að þetta eiginlega ekkert sérstakt orðið. Hvernig finnst þér hafa tiltekist með Gráma? Það tókst ágætlega, finnst mér. Mér finnst að þetta nú oft mikið atriði að þetta sé góð ull á hálsinum sem að þetta ber nú upp í dálítið myndinni af þessu, þetta komið upp á vegg og þetta svo sem það tókst ágætlega í þessu tilfelli. Og það margt flókið að stoppa upp slíkan haus. Já, þetta mikið verk og gengur akkurat ekki neitt nema að sé bara ótal mörg verk í gangi í einu sko. Þetta svona hægfara ferill, maður að byrja að taka gifsmót af snoppunni þegar hann kemur og svo skinnið tekið af og svo bara soðið og hreinsað allt saman og skinnið verkað og sútað og svo mótið sett á hauskúpuna og steyptið þetta aftur og þá komin sama snoppan eins og var og síðan þetta klætt í bara eins og maður fer í vettling á höndina og svo bara endalaust föndur í frágangi og annað slíkt. En hver haus í raun og veru einstakur vantanlega? Já, það alveg svoleiðis. Það ekkert hægt að taka, ekkert hægt að alhæfa í því sko, það miklu frekar með fuglana, þeir séu eins, það sami skrokkur svona í fuglum af sama stærð og annað slíkt en það þetta svipmót sem verður að sækjast eftir. En á meðan þú ert að stoppa upp og allt þetta ferli, talarðu við Gráma á meðan?
Nei, ég tala nú ekki, held ég yfirleitt ekki við þetta, en ég nú auðvitað mikið að hugsa aðdragandan og sögun á bakvið þetta. Það eru margir sem koma með veiðimenn og aðrir sem koma með sína gripi og þá eru náttúrulega mikið að sögum í kringum það og maður svona ofta að hugsa það og það svo sem góður tími til þess að hugsa þegar á meðan maður situr yfir þessu, því þetta mikil yfirlega og langur tími sem fer í þetta. Já, Kristján hefur góðan tíma til að hugsa og spekulera, til dæmis pólitík. Kristján landsþekktur hagyrðingur. Ég var nú bara núna í morgun að skrifa niður eftir útvarpsfréttunum. Það virðist verið að breytast eitthvað tíðarfarið, búið að vera sumartíð í allan vetur og ég var að skrifa niður vísi á meðan ég beið eftir að kaffivatnið hitnaði. Það hafi verið svona fer að völdum frost og hríð með fimbul kulda stríðum, víkur hlýleg vetrartíð og vertíð hefst á skíðum. Það líklega loksins komið að því að fólk geti farið að fara á skíði, en það hefur nú ekki litið vel út með það í vetur. En Grámi, hann fer ekkert á skíði? Hann fer ekki, nei, en hann fer líklega heim til sín bara næst. Hann kemur til með að koma og sækja hann eigandinn, það Sigurður Pálsson á Lækjavöllum í Bárðardal sem að á þennan grip og átti hann og lánaði hann í þetta leikrit.